Nú ætlum við að skoða þáttun og hvernig rétthyrningar tengjast þáttuninni. Finndu alla þætti í talnana og teiknaðu rétthyrning fyrir hvert þáttapar. Þegar ég finn alla þætti þá bara finn ég hvernig get ég búið til margföldun, alla margföldun sem býr til þessa tölu. Þannig 18 verðum við með 1 sinni 18 og ef ég ætla að gera kassa fyrir það þá líti hann einhvern veginn svona út. 1 og 18, svo sem ekki réttum hlutöllum hjá mér. 2 sinnum 9, 2 og 9 og 3 sinnum 6, 3 og 6. Þættirnir eru þá 1, 2, 3, 6, 9 og 18. 24, það er, og nú ætlum ég að hætta að gera kassana, þið haldið bara áfram að gera kassa þegar það á við og þið eru beðin það. Taka svolítið pláss hérna hjá mér. Þetta er 1 sinni 24, 2 sinnum 12, 3 sinnum 8, 4 sinnum 6 og þá kemst ég ekki lengra. Þættirnir eru 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 og 24. 36, 1 sinni 36, 2 sinnum 18. Þið séu, ég prófa bara alltaf 1 sinni, 2 svar, 3 svar og 3 sinnum er 12, 4 sinnum er 9, 5 sinnum gengur ekki en 6 sinnum gengur. Og þegar ég kom inn í 6 sinnum 6 eða eitthvað nálægt í að vera þessi sama tala, þá get ég hætt. Því að annars er ég farin að fara 7 gengur ekki, 8 gengur ekki, 9 gengur en það er 4 sinnum og það er komið hérna. Þannig að þegar þetta er orðið sama tala þá veit ég að ég get hætt. Þættirnir eru þá 1, 2, 3, 4, 6, 9, þið sjáðu ég gerir 6 svona bara 1 sinni, 12, 18 og 36. 49, 1 sinni 49, 2 sinni gengur ekki, 3 svar gengur ekki, 4 ekki, ekki 5, ekki 6, ekki 7, jú, 7 gengur. 7 sinnum 7. Þættirnir eru þá 1, 7 og 49. Það er svolítið skemmtilegt að skoða núna, ef við skoðum fjölda þátta, að við skulum telja þá. Í fyrsta dæminu eru þeir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Í öðru dæminu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 3. Af hverju er þetta stundum sléttala og stundum oddatala? Hvað eiga tölurnar þar sem þetta var oddatala sameiginlegt? Jú, þessar tölur eru ferningstölur. Þið sjáðu að 1 parið er alltaf sama tala. Og það er ferningstala þar sem rétthyrningunni sem við myndum teikna væri í raun ferningur. 6 sinnum 6 hérna og 7 sinnum 7 í hinu. Þess vegna er þetta oddatala vegna þess að 1 parið er sama tala. En við skráum hana bara 1 sinni hér. Þess vegna myndast oddatala hér. En við getum séð með því að telja fjölda þátta hvort tala er ferningstala eða ekki, eða öfugt. Ef þetta er sjáum þetta ferningstala þá vitum við að fjöldi þátta er oddatala.